Þátturinn unnin í samstarfi við Dalvíkurbyggð. Þá vorum við konir út í sólina aftur og í dag ætla ég aðeins að fara út fyrir þægindarammann. Ég ætla sem sé að fara af heimaslóðunum og við ætlum aðeins að kíkja á Dalvík og fjalla manngert umhverfi þar. Ég er ekki sagnfræðingur eins og ég margtekið fram, þannig að ég mun fjalla þetta á minn hátt og eins og ég hef sagt áður í þáttunum, þetta er allt saman mín skoðun. Menn geta verið með eða á móti en ég er ánægðastur ef að við tölum þetta. Það er eini tilgangurinn með þessu. Þetta hefur svo mikil áhrif á okkar manngerða umhverfi. Við erum að eyða aleigunni í hús sem við búum í og við eigum bara að hafa eða fá að hafa skoðun á umhverfin okkar, byggingum og nærumhverfi. Því það er allt of mikið undir, bæði peningalega og vellíðunarlega líka hjá okkur. Að því loknu þá ætlum við aðeins að segja ykkur frá því að Dalvík fyrir mér er þetta svo skemmtilegt bæjarstæði því þetta er eitt af fáu bæjarstæðunum þar sem maður sér bæinn tiltölulega löngu áður maður kemur að honum. Oftar en ekki maður að koma ofan af fjalli eða fyrir eitthvert fjall og bæirnir dúkka upp, en Dalvík birtist hægt og rólega. Leiðum maður kemur niður að Hámundarstaðahálsinum, þá kemur allt þetta ótrúlega fallega umhverfi sem liggur í kringum bæinn. Það er út í Múlan það er bærinn sjálfur, það eru ósarnir hér fyrir neðan, þar sem að Svarfaðardalsáin kemur út í sjó og svo hér í hina áttina þegar við myndum þetta nú eftir að þá er Svarfaðardalurinn í allri sin fegurð og allur fjallgarðurinn í hring. En við skulum halda aðeins áfram og koma pínulítið nær. Hér erum við statt við Árgerði, læknabústaður sem var til margra ára. Daniel Ágúst Danielsson, hann bjó lét byggja þetta hús og þetta hefur alltaf heillað mig. Þetta er svona funkishús eins og gerist best. Daniel var læknir og var til húsa út á Dalvík í öðru húsi þar til að byrja með. Fékk Stefán Reykjálín, byggingameistar á Akureyri, til að teikna húsið fyrir sig. En eins og ég heyrði söguna þá hefur hann lagt til alveg hvernig þetta ætti að vera. Þannig að þetta er mjög mikið í hans anda, það er að segja Daniels. Sem dæmi það hvaða áhrif hann hafði á þetta eru til dæmis eldhúsið Það er á bakvið þessa litlu glugga. Hann var mikill áhugamaður sjómennsku og þetta átti að vera svona minna pínulítið úr brúnni á skipi. Og sömuleiðis er hringlagaglugginn sem er svona einkennismerki funkismanns allavega. Guðjón Samúelsson notaði þetta mikið og fleiri. Þetta átti að vera svona stýrishjól á húsinu eða tákna það í raun og veru sem er Þetta hús er byggt 1946 og hefur verið svona hann var hér læknir alla sinn tíma fyrir utan þessi ár sem hann var út á Dalvík, hann Daniel, og þetta var teiknað sem heilsugæslustöð. Það voru hægt að vera með innlagnir og aðgerðir og fleira, en fljótlega eftir að hann kemur þá er vegurinn lagaður inn á Akureyri, þannig að ég held að það hafi ekki verið mikið margar innlagnir það var keyrt með fólk þá bara inn á Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri sem svo rís þar aftur. Skulum labba aðeins í kringum húsið og kíkja á það. Þetta er alveg ótrúlega fallegt. Það er verið að gera það upp núna sem betur fer og koma því í fyrra horf og pússa hér þessa hlið og á eftir að fínpússa yfir. En við erum alltaf aðeins í kring og skoðum húsið.
Ef við kíkum aðeins betur á austurhliðina hérna á húsinu, þá er þetta náttúrulega, eins og ég sagði, þetta er fungishús í besta klassa. Það er all einkenni fungis í þessu húsi. Þetta eru geometrísk form, það er engu ofaukið en það er allt sem þarf að vera þarna. Þakkanturinn gengur út fyrir, við könnumstu þetta Mjólkursamlaginu á Akureyri og fleiri húsum, að húsið endar þarna. Það kemur ekkert ofan á þetta, það bara gengur ekki. Boginn hérna fyrir hornið, þetta var svona einkenni líka því að á þessum tíma voru menn að læra það eða gátu byggt hornglugga, við talum ekki um eða voru í boga. Þannig að þetta þótti svona nýlunda og menn þurfti svona fínlega að grópa sig að þessu og setja þetta í flest öll hús. Þá sjáum við alltaf svona hornglugga sem að það er ekki súla á milli, heldur bara gluggapósturinn. Og svalirnar fylgja svo þessu sem að er bara geometrían í þessu öllu saman. Þá erum við komin hér á veitingastæðin Gísli Eiríkur Helgi í gamla kvikmyndahúsinu á Dalvík og ég féll alveg flatur fyrir þessu þegar ég kom hérna inn fyrst og ekki síst vegna þess að bara nafnið Gísli Eiríkur Helgi sem voru náttúrulega frá Bakka hér fremra í Svarfaðardalnum, þetta konsept að nota nafnið og fylgja því svo eftir. Hér er allt í anda og stíl þeirra bræðra, allar þær sögur eru raungerðar hér á einhvern hátt af þeim vitleysingum eins og við má kalla það. En númer 1 og 3 að Heiða og Bjarni, þau eru svo sjálfum sér samkvæm með þetta allt saman og þetta er eitthvað sem ég hef oft auglýst eftir og verið að brýna fyrir í kennslunni að menn hafi einhver markmið til að stefna að þegar þeir eru að gera eitthvað, alveg saman hvort það er skipulag eða hús eða veitingastæðir eins og þessi. Þeim hefur tekist alveg ótrúlega vel til með þetta. Þetta er lítið, fólk situr ofan í hvort öðru en það er enn og aftur eins og ég var að tala í Laxdalshúsinu að fólk er hver á sínum stað. Það á sinn stað þarna, þó að sé ekki nema hálfu metr á milli fólks. Þá er þetta einhvern veginn brytja niður. Dæmi að þau fylgja þessu eftir er þetta litla herbergi dimma hérna inni. Allir þekkja söguna eða margir af bræðrunum þegar þeir var dregið fyrir gluggann hjá þeim og þeir fóru út með föt að bera sólina inn í herbergið. Herbergið er raungert hérna. Skulum labba aðeins hérna inn. Kallað bræðrastofan. Gardínurnar eru fyrir hérna. Þeir hefðu ekki vit til þess að draga þær frá. Þannig að þeir, eins og sé, fóru út með föt og ætluðu að ausa hér inn sólskini. Þessar sögur allar, teikningar af þessu, myndir af þeim félagunum, þetta raungerist allt hérna og það sem skemmtilega við þetta er líka að það er að segja útlendingu, þeim finnst þetta alveg meinfyndið og í sjálfu sér eiga allir bæir eða lönd einhverja svona furðu fugla hjá sér en ég er ánægður með að það skulle vera haldið í þetta allt saman. Við ætlum að labba aðeins hérna húsið og hérna kikka betur. Við förum upp á efri hæðina núna. Það þarf ekki mikið til. Sjáu þið, borð, 2 stólar og þetta er þitt pláss þegar þú sest hérna niður. Það er stæði hér líka og það er alveg sama. Það er ekki langt hérna á milli en það er líka þitt svæði og sömuleiðis þarna inni þar sem skuggamyndirnar af þeim bræðurum eru. Gísla Eiríki og Helga. Og svo er náttúrulega fínasta aðstæða hér úti. Við skulum kikka aðeins upp á loftið. Þá er hann komin hérna upp á öðru hæðina og sjálfur er ég nú ekkert voðalega hrifinn af svona leikmyndaarkitektúr. En hérna hefur þetta tekist allt svo vel. Þetta er svo einlægt einhvern veginn. Það verður gaman að umgangast þetta og horfa á þetta og það er alveg hafsjóra hlutu hér sem hægt er að segja útlendingunum frá. Það er ekki annað en skoðaðir sem eru á veggjónum hérna, skreytingar og annað sem hafa
útvegað sér og fundið. Þannig að þetta er í alla staði afskaplega skemmtilegt. Hér var kvikmyndahús við hliðina og sýningavélarnar voru hérna inni. Ég ætla að vita hvort ég get náð myndir af þeim hérna. Þá erum við komin inn í sjálfan bíósalinn gamla. Hér er allt nánast óbreytt. Teppið á gólfunum, það er að vísu nýtt parkett hérna, bekkirnir og með blikk botnum hér í og bólstraðir. Hér er morgunverðarborð fyrir gesti og hér er hægt að taka á móti hópum líka, en allt annað er látið halda sér hérna inni. Á senunni sem var hér fyrir að fyrsta með bíótjald og síðan sýningar líka þegar þær voru á einhvers konar uppákomum. Það er notað enn í dag og þarna eru tónleikar að öllu jöfnu. Það er músík og það eru uppákomur og hvað það nú heitir allt saman. Þannig að það er haldið í allt þetta gamla. Það er ekkert verið neitt að rústa þessu öllu saman. Og það eina sem er gert, það er gert aðgengilegra fyrir fólki sem er hérna. Samanborið glugginn uppi sem við sáum inn í það sem myndavélarnar gömlu eru. Hann er nýgerður, búið að taka hann gat fyrir honum og setja hann í og þannig að gestir geta og gangandi geta skoðað þessar merkilegu myndir þarna inni, eða myndavélar, þetta er sagt. Heyrðu, þá ætla ég aðeins að vera neikvæður smástund. Við erum komin hér austur af bænum og hér er allt fullt af bröggum og dóti. Ég er ekki frá því að sé búið að skipuleggja þetta, ég ætla þó ekki að fullyrða það, sem iðnaðarhverfi hérna niður frá. En ég segi eins og stundum, akkur í ósköpunum þetta er fallegasta byggingarlóðin á Dalvík, með útsýni hér norður yfir allt. Skulum labba hérna aðeins og kíkja og sjá hverju við erum að missa af ef við förum að breyta þessu iðnaðarhverfi. Þetta er svo útsýni sem blasir við okkur þegar við komum hingað niður eftir og þetta er farið að minna pínlítið á Oddeyrina á Akureyri, nema fyrir utan skúrana sem væri náttúrulega hægt að gera upp hérna líka, að þá eða bara nota þetta sem byggingarland fyrir einbýlishús eða önnur hús, að þá er útsýni hérna sem er náttúrulega algjörlega óborganlegt. Út í Hrísey, út allan fjörðinn hérna, sólsetri hér á kvöldin, út í Múla. Þetta er alveg hreint, þetta er óborganlegt eins og ég segi, að hafa þetta hérna. Ég eiginlega skil ekki að menn alltaf fara að gera þessa lóð hér að iðnaðarhverfi. Þetta bara, það er að vera með hann nánast hvar sem er. Þá erum við með hús hér sem heitir Gimli, sem er alltaf þótt afskaplega fallegt hús. Daniel læknir, hann bjó hér fyrstu árin á meðan var verið að byggja nýja húsið Árgerði. Síðan er þetta notað undir, eftir því ég best veit, hefur þetta verið skátaheimili og þetta hefur verið undir alls konar félagsstarfsemi og allt mögulegt. Það hefur verið byggt ofan á valmaþak á þaki, það var slétt þak á þessu. Ég er ekki frá því að þó að þetta sé í lagi, það hefur verið mun fallegra þá. En eins og svo mörg önnur hús hérna á Dalvík núna, þá er verið að gera þau upp og þetta, ég hlakka til að sjá þetta þegar búið verður að koma þessi í stand eins og það á að vera. Þá erum við komið hér í Lágina sem þið kalla og þetta er eitt af þessum húsum sem verið að gera upp núna
hún Heiða sem við vorum að tala við áðan hjá Gísla Eiríki og Helga, þau eru að gera þetta hús líka. Ég held að þetta verði alveg afskaplega fallegt þegar búið verður að gera þetta hús upp. Hallgrímur Antonsson, hann var byggingameistari hér og það er hann sem hefur byggt þessi hús hér, 3 hús eða 4 hér niður eftir. Hann var svona frumkvöðull hérna á Dalvík, hann var einn af þeim fyrstu sem byrjaði að byggja hús og selja. Og við löbbum aðeins niður eftir, en eins og ég segi, ég held að þetta húsi eftir að verða afskaplega fallegt. Svo erum við með annað hérna, þetta hús heitir Agðir og sömuleiðis, það er all hlutföll og allt í þessum húsum sem gömlu kallarnir, þeir voru með þetta alveg hreint á hreinu. Þannig og þessar viðbyggingar, þetta er ekki viðbygging, heldur var þetta byggt með húsinu. Við skulum labba á framhliðina. Það er ekki hægt að segja að vera að bulla með nafnið, þetta heitir Agðir, svo skrítið sem það nú er. En allavega, eitt af þessum fallegu húsum hérna á Dalvík sem ég tek eftir því ég kem. Það er ekki margir sem koma hérna upp eftir, þetta eru svona fyrir bæjarbúa meira, en það er svolítið synd að fólk skuli ekki meira stoppa hérna og skoða þetta. Þetta er alveg óborganlega fallegt svæði hérna og búið að gera þetta bæði með hleðslum, tjörnum og öðru. Þá erum við komið hérna að minjasafninu Hvoli heitir það. Gerir meðal annars safn Jóhann Risa og þetta er eitt af húsunum hans Hallgríms og það má segja að þau eru öll, þetta er náttúrulega langstærsta og flottasta húsið hérna, eða svona gerðarlegasta, en öll eru þau með þessari viðbyggingu horfandi fram á frá hægra megin við og það hefur verið reynt að gera hana svona pínulítið virðulegri þar sem að inngangurinn er. En sem sé þetta er eitt af hans húsum hérna. Við labba þetta aðeins niður fyrir að taka síðasta húsið því hann á alla lengjuna hérna upp úr og niður úr. Þetta er svo síðasta húsið hans hérna í þessari götu. Þetta var íbúðarhúsið hérna í endanum. Ég tek þetta nú bara svona með, þetta er nú kannski ekki fagurfræðinni fyrir að fara og svo var verkstæði hérna fram að við, þannig að eigandinn bjó hér og verkstæði var hérna fram að við. Það sem ég ætla að tala við ykkur, það er af hverju fólk stoppar ekki meira á Dalvík þegar það er að keyra hérna í gegn. Það er annaðhvort á leiðinni inn á Akureyri eða til Siglufjarðar. Og ef við spyrjum okkur nú hvað er það sem er á Siglufirði sem að gera það verkum að fólk stoppar frekar þar heldur í hérna. 2 hús, það er Hans Bojesen og Rauðka, sterkum litum, það er rými á milli húsana, það er sjór fyrir framan og það er einhvers konar torg milli sjávar og húsana þar sem fólk getur komið saman. Þetta er bara skólabókardæmi hvernig maður getur fengið fólk til að sitjast niður. Þetta er í raun og veru alveg það sama og gerist á Selfossi þegar við erum að tala gamla bæinn þar. Það er þessi rými, það er stærðin á húsunum og eitthvað sem heldur utan fólki sem kemur þarna. Því miður þá verð ég að segja að þetta vantar á Dalvík, það er hægt að bæta úr þessu og það er svo óendanlegir möguleikar hérna þegar maður kemur hér sem aðkomumaður og skoðar ásana hérna úr Svarfaðardalnum í þessa áttina, út í Múla í þessa áttina og svo höfnina hér niður frá og fjöllin og skíðasvæðið hérna. Þar sem þessi krossar mætast, þar er miðbærinn og þar er Dalvík. Skulum segja að það er Dalvík en það er ekki miðbær, það er vitleysa hjá mér. Það er það sem vantar. Það er engin göngugata, það er ekkert torg hérna, það er ekkert sem þú getur safnað saman á.
Ég hef ekkert kynnt með skipulagsmáli hérna á Dalvík núna. Ég gæti ímyndað mér að einhver talaði um það að það væri út af, það liggur auðvitað þjóðvegur 1 í gegn, þjóðvegur 1 í bæjarfélagi, það liggur í gegnum bæjar náttúrulega hérna og öll keyrsla fer þar í gegnum. En ég held að þetta sé bara skipulagsmál að vita hvort að maður gæti fært þá umferð annaðhvort hérna ofan við og haldið þessu hérna því það er þó komið svona smávísir að kjarna hér. Þar sem við sjáum niður á höfninni, við erum með þessi þjónustuhús hérna. En á meðan að þetta er ekki, þá verður keyrt í gegnum Dalvík og það er algjör synd. Bara lágin sem við vorum að skoða áðan, fólk bruna fram hjá þessu. Við þurfum einhvern veginn að skipuleggja þetta í stærri einingu, þannig við sjáum fyrir endan á þessu og svo getum við farið í deiliskipulag og minni á eftir. En þetta verður hvorki fugl né fiskur fyrr en við fáum einhvern staðar sem fólki getur komið saman á. Þetta er of dreift bæinn og eins og ég segi, þetta er ekki hérna núna. Við kíkum aðeins út í Múla og kíkum aðeins í Svarfaðardal og aðeins upp í fjallið hérna líka. Og náttúrulega niður á höfninni. Þá erum við með hérna fyrir gamla og nýja tíman. Við höfum Laxamýri hér. Þetta er hús sem er búið að gera upp og Hólmsteinn Snædal gerði þetta upp með eigendunum núverandi. Þetta hús er í útleigu og ég ætla að biðja ykkur að vekja athygli á því að gluggarnir í þessu húsi, það er búið að gera upp mörg hús hér og annar staðar. Keyptir í það nýju gluggar með svona sverum póstum. Hér er gamla laginu haldið alveg hreint frá A til Ö og þetta verður svo miklu fallegra þegar maður gerir þetta á þennan hátt hérna. Og til hliðar við það er svo apótekið, það eru hús frá 1970 og svo ennþá nýrra náttúrulega berg hérna fyrir utan. 1970 þá lögðu menn mikla áherslu á steypuna, þetta var svona pínulítið brútalismi í þessu og svona, já, misfallegt skulum við segja. Þá höfum við hús hér teiknað Sigþóri Aðalsteinssyni 1976. Ég vil bara segja það að hann er arkitekt þessi sem teiknaði þetta, Sigþór, að það verður ekki hægt að segja Dalvíkinga þeir séu kjarklausir. Þetta sýnir það bara að þeir láta vaða, stílfærður bústaður. Hefur bara tekist vel til, erum við ekki sammála um það?